tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. dómsmálaráðherra. Herra forseti. Þegar fyrsta umræða fjárlaga var hafin barst tilkynning frá ríkislögreglustjóra þar sem lýst var yfir hættuástandi á landamærum. Það var vegna þess mikla fjölda hælisleitenda sem komið hefur til landsins að undanförnu og spár að þessi fjöldi myndi enn aukast. Hæstv. ráðherra gerði þetta umtalsefni í umræðum fjárlög og svaraði fyrirspurnum frá hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni og var að mínu mati tiltölulega afdráttarlaus. Og ástæða til að hrósa hæstv. ráðherra fyrir það að hann viðurkenndi að þetta hefði ekki gerst af sjálfu sér. Þetta væri afleiðing af stefnu stjórnvalda. Og hæstv. fjármálaráðherra síðar í umræðum fjárlögin var enn afdráttarlausari hvað þetta varðar. Nú liggur fyrir að gerð verður enn ein tilraunin, sú 5. líklega, til að lögleiða frumvarp hæstv. ráðherra útlendinga, þó að það sé nú líklega orðið heldur útþynnt og hafi ekki mjög veruleg áhrif. Og þess vegna spyr ég hæstv. ráðherra í ljósi þessarar stöðu, hvers er að vænta frá ráðherrum hæstv. til að bregðast við þessu ástandi og hafa áhrif á það? Ég er sammála hæstv. dómsmálaráðherra og raunar fleiri hæstv. ráðherrum sem tjáðu sig í umræðu fjárlög að það sé mikilvægt að gera greinarmun á því sérstaka ástandi sem er vegna stríðsins í Úkraínu, sem er tímabundið ástand þar sem við ráðumst í sérstaka aðgerð til þess að hjálpa fólki þaðan, en að það þurfi líka og sé löngu tímabært að huga að þróun hælisleitendamála almennt, þar sem að fólk kemur í auknum mæli af ýmsum ástæðum en þó sérstaklega til Íslands, áttfalt fleiri hlutfallslega til Íslands en Noregs og Danmerkur. Hvernig bregst hæstv. ráðherra við þessu ástandi? Til máls tekur hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Forseti, það er óhætt að taka undir það að ástandið er mjög erfitt þessar mundir þegar kemur að innflytjendamálum eða flóttamönnum. Það er ágætt að hafa það samt í huga að álagið auðvitað myndast mjög mikið í kringum Úkraínustríðið. Það um helmingurinn af þeim sem koma hingað koma frá Úkraínu og við erum öll sammála það. Við viljum greiða þessu fólki leið eins og við mögulega getum. Það er líka mjög fjölmennur hópur að koma hér frá Venesúela, 20%, og þar skerum við okkur úr frá öðrum Evrópulöndum að Spáni undanskildum. Ástæðan fyrir því og það var nú rakið ágætlega hjá ríkislögreglustjóra, ástæðan fyrir því að þetta var sett á hættustig var ástandið í húsnæðismálum, þar sem bæði skammtímaúrræði og langtímaúrræði voru mjög takmörkuð. Eitthvað hefur nú ræst úr samkvæmt fréttum helgarinnar í þeim efnum, en það er samt áætlað að hingað geti komið allt að 4.500 manns á þessu ári og það verður mjög krefjandi verkefni að leysa það, sérstaklega þegar kemur á húsnæðis- og félagslega vandanum. Þannig ég hef nú orðað það sem svo að við bæði sem þing og þjóðfélag þurfum að spyrja okkur krefjandi spurninga einmitt vegna hvers kemur fólk í svona miklu mæli til Íslands umfram þau lönd sem við erum að bera okkur saman við og erum að starfa með. Og svarið liggur einhverju leyti í því að það þykir vænlegt að koma hingað vegna þess að þær reglur sem hér gilda eru svona rýmri og hér er kannski betri aðstæður á mörgu leyti sem að fólk á flótta hefur fengið. Við þurfum að standa vörð um verndarkerfið. Það er auðvitað grundvallaratriði að fólk sé ekki að koma hér og misnota verndarkerfið sem á laggirnar var sett frá Sameinuðu þjóðunum á sínum tíma. En verkfærin í verkfærakistunni til þess að draga úr þessu, þá á ég við lagaumhverfið, verkfærin eru mjög takmörkuð. Frumvarpið sem kemur núna fram vonandi í næstu viku, að það bætir eitthvað úr, en það mun samt ekki valda neinum stórbreytingum, þannig áfram verðum við fyrir fram með mjög krefjandi og ögrandi aðstæður og við þurfum að svara krefjandi spurningum. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis tekur til máls öðru sinni. Herra forseti, þetta var ágætis yfirferð hjá hæstv. ráðherra en ég bíð enn svara við spurningunum.
hvernig hyggst hæstv. Ráðherra málaflokksins bregðast við þessu ástandi? Ástandi sem er þannig að það er talað um möguleika á því að það þurfi að reisa flóttamannabúðir á Íslandi. Og það er rétt sem hæstv. Ráðherra segir og við þekkjum það öll að fjöldi flóttamanna frá Úkraínu hefur auðvitað töluvert um fjöldann að segja akkúrat þessa dagana. En þróunin var hafin löngu áður en að Rússar réðust inn í Úkraínu. Og við getum ekki látið þetta ástand sem við ætlum að, og ég veit að hæstv. Ráðherra er mjög einbeitt í því, ætlum að gera okkar allra besta til að takast á við. Við getum ekki látið það ástand vera til þess að við lítum ekki á stærri þróun sem var hafin áður en að Rússar réðust inn í Úkraínu og kallar á viðbrögð, eins og til að mynda stjórnvöld í Danmörku hafa gert með gjörbreyttri stefnu. En hvers er að vænta af ríkisstjórn Íslands í þessum málaflokki? Hæstv. Dómsmálaráðherra tekur til máls að nýju. Virðulegur forseti, ég fór yfir það hér áðan að lagaumhverfi okkar, sem sagt þau fara hér á þingi og var samið á þeim tíma þegar að aðstæður voru allt aðrar, svona árunum kringu 2016, og að það gefur okkur mjög fá verkfæri til þess að bregðast við því að fara eitthvað að takmarka komu fólks til landsins. Og ég segi þess vegna að við þurfum að svara þessum krefjandi spurningum. Þetta frumvarp sem ég mun leggja hér fram, útlendingafrumvarpið, mun leysa úr ákveðnum hnútum fáist það samþykkt, og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að við afgreiðum það mál. En það er líka gríðarlega mikilvægt og grundvallaratriði að sá meirihluti sem hefur verið hér á þingi fyrir því að ganga ekki jafnvel lengra í því að samræma okkar reglur og umhverfi við það sem þekkist á til að mynda á Norðurlöndunum og víðast hvar hjá samstarfsþjóðum okkar í Evrópu, að það skuli ekki ná fram að ganga, að við séum með sambærilega þjónustu, sambærileg úrræði og sambærilega móttöku eins og þekkist þar, og við séum þá ekki að fá þeirra aukna fjölda til okkar. Þetta eru svör sem við verðum að spyrja okkur á grundvelli þess hvernig ætlum við að veita félagslega þjónustu þegar ekki bara félagslega kerfið er sprungið, skólakerfið, leikskólakerfið, heilbrigðisþjónustan finnur fyrir þessu. Við erum sem samfélag að mínu mati að sigla inn í tíma þar sem við ráðum ekki við það að veita þá þjónustu sem við eigum að veita og viljum veita.